Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Akureyri komst á dögunum á lista yfir 10 bestu hokkíborgir í Evrópu. Í umsögninni talað að þrátt fyrir stærð sé Akureyri að reiðja sér til rúms á alþjóðavettvangi í hokkíheiminum. En sem dæmi það var heimsmeistaramót kvenna haldið í bænum í fyrra. Þá einnig talað yfirburði hokkíliðsins á Íslandsmótinu síðustu 25 árin. En hvernig fer skautafélag Akureyrar í litlu bæjarfélagi eins og Akureyri að því að raða sér á lista með ekki minni borgum í hokkíheiminum en Moskvu, Helsinki, Stokkólmi og Malmö? Við náttúrulega, Akureyri alveg mekka íþróttarinnar allra hérna. Þannig að það bara frábært að einhver íþrótt skuli spyrjast þann út. Og auðvitað menningin eins og hún hefur verið hérna innbænum síðustu ára eða áratugi. Það er íshokkí menning sem fer bara vaxandi, sko. Þannig við bara þökkum fyrir það að fá þessa kynningu. Og vonandi bara að hinar íþróttagreinarnar fái einhverju á einhvers konar kynningu, en auðvitað það þannig að handboltinn og fótboltinn kannski fær mikla umfjöllun og því frábært ef að íshokkí og aðra greinar fái eitthvað smá líka til þess að ná til allra. Hvernig gengur að fá iðkendur? Nú harður slagur iðkendurnar í bænum. Hvernig gengur ykkur í þessum slag? Já, veistu það gengur svakalega vel. En það búið að vera mikil vinna síðustu árin. Og auðvitað við með frábæra þjálfara og þjálfara teymi sem við höfum fengið. Við vorum mjög heppin hérna fyrir 10 árum þegar Sara Smiley kemur. Hún rífur klubbinn gjörsamlega upp hvað yngri flokkarstarf varðar og auðvitað okkur kvennaliðin. Nú Akureyri vera alveg óvinnandi vígi í hokkíinu á Íslandi, Íslandsmeistaratitlar bæði hjá körlunum og kvennamegin. Hvað þetta í vatninu hérna heima? Það spurning, hafragrautur á morgnana. Nei, veistu að þetta náttúrulega áhuginn hérna, bæði hjá leikmönnum og þjálfurum gríðarlegur. Og metnaðurinn mikill og út af það gengur að vilja koma á æfingu og æfa sig. Og það mikil gleði hérna inni og oft þegar maður kemur hérna þá líður manni eiginlega bara rosalega vel. Úrslitaleikurinn kvennamegin var á milli SA Ásynja og Ynja. Nú æfið þið saman. Hvernig að gíra sig upp í svona leik og keppa Íslandsmeistaratitilinn? Við búin að æfa með þeim í þetta mörg ár og við hérna á æfingu saman. Við æfum reynda líka í sundur. Við fáum okkar æfingu sem Ásynjur og svo saman sem Ynjur og Ásynjur. Og þegar uppi staðið þetta náttúrulega bara ein heild. Það samt erfitt að koma hérna og vera einmitt með áhorfendur á móti sér sem eru samt SA-ingar. Og ég vil að segja að reynslan hafi sigrað. Tæknin og svona þeirra skills eru miklu betri en okkar. Enda þær búin að æfa mun lengur í rauninni og síðan voru litlar. Við byrjuðum allar hann á 20 sumar orðna mömmur en þetta bara frábært. Mér finnst það æðislegt og mér finnst yndislegt að sjá þær vaxa úr grassi og hvað þá fyrir Söru Smiley sem búin að þjálfa alla sína ævi. Spila svo á móti þeim og svo með þeim í landsliðinu. Fyrst þú nefnir landsliðið, nú fer stór hluti af liðinu að keppa með landsliðinu strax eftir þennan leik. Hvernig að spila hérna heim í deildinni þar sem að úrslitaleikurinn fer í raun innbyrðis leikur? Hvernig að gíra sig í gegnum tímabili og þurfa svo að keppa móti bestu liðunum í heimi með landsliðinu? Já, það það okkar pínu vandamál og við tölum það núna alveg í lok tímabils að næsta ári þá verðum við að fara að hugsa þetta öðruvísi. Það bara, í ár voru bara 3 kvennalið og 2 héðan og rauninu var mótspyrnan héðan, það að segja Ásynjur Ynjur mun meiri. Það einhvern veginn vantar aðeins í leikmannafjöldan í Reykjavík. Svona erfiðara að halda út í liðið þar, því miður. En það allt í bóta vonandi. En málið einmitt þegar við komum út þá mótspyrnan orðin þetta mikil. Og það erfitt að koma og bara búin að spila kannski 6 erfiða leiki yfir tímabili. Fara svo og spila 5 erfiða leiki strax. Nú langar mér svolítið að vita, hvernig byggir maður upp tímabil? Maður veit í raun að maður að fara að spila úrslitaleikin, maður veit í raun næstu að maður að fara að vinna deildina. Hvernig setið ykkur einhver markmið á leiðinni? Það náttúrulega bara alveg saman hvað það eða fyrir mig, þá ger ég það. Einhver markmið og mjög stór. En það náttúrulega bara eins og með þetta annað, það eru sumir duglegri en aðrir. Ég segi alltaf þessi aukaæfingin sem gerir þið betri og það eru mjög margir komnir þangað og miklu fleiri heldur en var hérna árum áður. Og
styrktaræfingar og annað orðið svo mikilvægt. Að við erum að taka offæsæfingar eins og við tölum áður en við förum á ís og jafnvel eftir ís eða bara á hvíldardegi. Kallamegin nú dálítið skrítin staða líka. Þeir spila 3 leiki í úrslitum á móti Esju og vinna þá alla og síðan gefur Esja það út að þeir mun ekki tefla fram liði á næstu leiktíð. Man hugsar þetta eins og ef að Valur myndi vera Íslandsmeistari í fótbolta og FH myndi svo segjast ekki ætla að vera með á næstu leiktíð. Þetta svolítið sérstök staða. Þetta bara svolítið sorglegt. Upp á líka það að gera, eins og þú veist, það er leiðilegt að spila alltaf í saman liðið eða sömu liðin. Þannig leiðið eitt lið fer þá, hvað gerist þá? En auðvitað líka ákveðin kostnaðar að halda út í liði og erfitt kannski að sanka þessi leikmönnum og ef að leikmannafjöldin bara þessi. Svo kannski eru hinir að leita eitthvað annað eða ég veit ekki alveg hver ástæðan en því miður var þetta svona. En okkar menn unnu og ég virkilega glöð með það. Þið megi alveg vera glöð með það. Þeir eru með báða Íslandsmeistaratitlana hérna í húsi núna. Já, við erum rosalega glöð og þakklátt. Markmiðum var náð, má segja. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.